Velkomin aftur í föstudagsþáttinn á þessum alþjóðabaráttudegi kvenna. Það var sláandi í fréttunum í vikunni þegar Kristalína Georgieva, forseti Alþjóðabankans, kom í viðtal í fréttunum í RÚV og sagði að það myndi sennilega líða 50 ár þangað til að við næðum svona jafnrétti. Í dag eru 6 ríki, einungis 6 ríki af 187 sem að mismuna kynjum ekki í lögum og reglum. Og Ísland ekki þar á meðal. En í Lions-hreyfingunni hins vegar allt að gerast. Þar er konum að vaxa fiskur hrygg og til mín eru komnar 2 önnur, velkomnar, og þeir eru báðar í Lions. Já. Segið mér aðeins, hvað er að gerast hjá konum í Lions? Það er mikill uppgangur. Já, það er mikill uppgangur. Við erum yfirstjórn Lions og Íslandi það eru 3 konur. Fjölumdæmisstjóri Björg Bára Halldórsdóttir og umdæmisstjórarnir 2 A og B umdæmis eru hún Geirþrúður og Sigfríð Andradóttir. En ekki stutt síðan bara að Lions var bara fyrir kalla, eða hvað? Það ekkert mjög langt síðan. 1987 þá breyttist það. Þá gátu konur, var hægt að stofna kvennaklúbba og þá gátu konur gengið í Lions. Já. En þær eru bara ennþá eitthvað 20% kannski. Já, en áhrifin okkar nú kannski svolítið meira. Já, greinilega. Já. Og svo náttúrulega eigum hana Guðrúnu Björt sem þá yfir bara alþjóða forseti Lions sem í fyrsta skipti sem að Íslendingur það á heimsvísu en einnig í fyrsta skipti sem kona Og það eru stóru fréttirnar. Já, það eru stóru fréttirnar. Já. Og ef við förum aðeins yfir Lions, þetta svona hreyfing sem að stuðla að bæta umhverfið sitt og gera gott í kringum sig. Og eru þið í sama Lions-klúbbinum eða sitt? Nei, það eru sko hérna á þessu svæði. Þar eru sko það eru 2 klúbbar hérna á Akureyri, einn á Dalvík og einn á Sauðárkróki og svo ein ný stofnuð deild hérna inn í Eyjafjarðarsveit. Hvað þýðir deild? Tilheyrir hún einhverjum klúbbnum hér? Hún tilheyrir viðtalsgjafi, Lions-klúbburinn viðtalsgjafi sem karlaklúbbur, móðurklúbbur, viljum við segja, þessara deildar og hún nýstofnuð bara stofnuð núna í nóvember síðasta ári. Þannig að það bætast við klúbbar bara ennþá? Já, en þær þurfa að verða sko 20 til að geta verið klúbbur og meðan þær eru að safna í hópinn sinn, þá þær deild. Og þær eru svona að byrja að stíga sín fyrstu skref og bara mjög gaman að fylgjast með þeim sko. Þú sagði mér að þú hefði byrjað fyrir 5 árum. Já. Ert þú búin að vera lengur? Ég hef búin að vera í Lions í tæp 20 ár. Já. Og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur? Þetta bara svona félagslega gott. Maður kynnist góðu fólki, skemmtilegum konum og mann þykir vænt þær og maður lætur líka eitthvað gott að sér leiða í samfélaginu og eins á heimsvísu því að við greiðum í þennan alþjóða hjálparsjóð. Og það bara eiginlega svolítið gott fyrir sálina, gera eitthvað fyrir aðra án þess að ætlast þér að fá eitthvað fyrir það. Nákvæmlega, þið hittist svona einu sinni í mánuði og svo einhverju stjórnarfundi líka? Já, og þetta allt opnir fundi eða stjórnarfundirnir opnir, þangað geta allir mætt. En við fáum ekki gesti á þá fundi, heldur bara félagsfundina sem einu sinni í mánuði. Og svona fræðsla partur af þessu? Eru þið alltaf að reyna að fræðast og styrkja ykkur og valda ykkur eða hvað svona? Það meðal annars það sem við gerum til þess að styrkja félagsandann og komum með einhverja skemmtilega fræðslu og fyrir okkur sjálfar og kannski förum eitthvað og gerum eitthvað saman og vináttan og samheldni einstaklega mikilvæg í Lions og gefur mann mjög mikið. En svo það nú líka að hafa svona skemmtilegt inn á milli. Það svona ákveðin formsatriði sem við verðum að fylgja. Þetta náttúrulega svona, í svona stóri hreyfingu þá náttúrulega svona ákveðni ferla. Ákveðin ritúöl og bara líka íhaldssemi sem alltaf lægi upp á vissu marki. Já, en svo líka gott að brjóta upp og gera eitthvað svolítið annað. Dæmi svoleiðis eitthvað? Já, við fórum til dæmis í svona óvissuferð í síðustu viku úr klúbbnum mínum og fórum í Eskip Akureyri. Já. Og við sluppum allar út á þennan klukkutími var liðið. Hafið þið klukkutíma til að reyna að leysa þrautina? Já, ég held að það hafi verið 1,5 mínúta þegar að seinna liðið kom. Þar eru þið í hópum að reyna að vinna saman einhverja. Já, akkurat, og þetta reynir á þetta hópefli.
og þetta gekk bara prýðisvel. Já, þú mælir með þessu svona hópeflis. Já, heldur betur. Eitthvað sem þinn klúbbur hefur gert svona óvænt? Við höfum reyndar ekki látið læsa okkur inni. En við gerum ýmislegt. Við erum með kannski leynivinna þema eða komum með nestiskörfur, skiptum svo. Já, allir útbúa eitthvað heima hjá sér? Já. Eitthvað gott? Já. Eitthvað sem þeim finnst geggjað? Mæta svo að fundinu og skipta? Já. Svo borðið þið saman? Já, það höfum við til dæmis gert og við erum með galakvöld og segjum frá uppáhaldshlutnum og alls konar. Svo endum við vanlega árið á því að fara í einhverju óvissuferð og hver veit nema við læsum þá einhverju inni. Ég mæli með því, sko, þetta mjög skemmtilegt. Svo Rauða fjöðrin, það Lions, það ekki? Rauða fjöðrin, já, það svona samstarfsverkefni á landsvísu og að þessu sinni, núna verður þetta í apríl, 7. og 7. apríl sem við seljum Rauða fjöður og þetta orðið þekkt og að gera í mörg ára en þetta á einhverja ára fresti samt sem áður. En að þessu sinni þá ætlum við að safna fyrir augnbotna myndavélum sem að helst viljum við ná að safna fyrir 2 og önnur þeirra verður staðsett á Landspítalanum og hinn þá í sjónverndarmiðstöð sem í Reykjavík líka. Þetta eitthvað tæki sem ekki til? Það ekki til og þetta sem sagt gagnast svo breiðum hópi, bæði jafnvel eldra fólki og þeir sem á einhvern hátt með þessi vandamáli í augnbotnum og sykursýki oft valdandi sjónskerðingu. Sko, Rotary einbeitti sér að útrýmingu lömunarveikinnar. Er Lions með eitthvað svona eitt agenda á heimsvísu? Já, það sko mislingarnir. Það mislingarnir? Já, sem nú alltaf í umræðinni núna og þetta mislingaverkefni búið að vera í mörg ár. Og svo það þetta sjónverndarverkefni hérna á landinu, hér á landi. Og krabbamein í börnum. Þannig að þeir eru að koma víða við. En þetta árið þá einbeitum við okkur að sykursýkinni. Og þetta vinnur í rauninni inn í 2 af markmiðunum. Það sem sagt bæði sjónverndina og sykursýkina því að skemmdir í augnbotnum eru mjög algengar hjá sykursýkum. Og við erum í samstarfi eða Lions-hreyfingin í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Retina Risk sem búið að búa til app fyrir sykursjúka til að geta svona fylgst með eigin heilsu. Þetta svona sjálfseflandi. Ég var eitthvað að googla og rakst á myndband þar sem að Guðrún Björt að stinga forsetann, svona sykursýkistest. Var verið að svona skrýna eða svona leita, var eitthvað svona sykursýkistest? Já, þetta gert einu svona ári. Þá taka allir klúbbarnir sér saman og við vorum hérna inn á Gleratorgi. Já, það ekki? Jú. Að stinga fólk? Já, að stinga fólk og þetta gert í samvinnu við sko hjúkrunarheima. Já, vanalega koma hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðinemar að þessu með okkur og við erum með sykursýkismánuð sérstaklega sem þá í október, minnir mig. Og svo ég nú ekki alveg með á hreinu öll þemun sem vegna þess að hver mánuður bara alltaf dagatalið undir. Já, það bara, við erum alltaf eitthvað að gera. Ef einhver núna að horfa og segir bara, mér langar svo að vera með í Lions, hvað á hún að gera? Hún bara fara á heimasíðuna og... Þú getur farið inn á lions.is og þar getur þú fengið yfirlit yfir alla klúbba á landinu. Þú getur fundið hvaða klúbbur næstur þér. Þú getur fengið upplýsingar sko formenn klúbba og fengið símanúmer og hringt bara. Þú sagt ég vil vera með? Já, hvenær þessi klúbbur með fundi og hver formaður og getur fengið símanúmerið. Svo þekkja nú flestir einhvern sem í einhverju Lions-klúbbi. Bara pikki má ég koma með? Má ég koma með, má ég koma á fund. Og við höfum svona gert þetta þannig að þeir sem að þær koma svona kannski fyrst til að kynna sér og sitja nokkra fundi, jafnvel allt upp í ár, það hefur orðið allt upp í ár hjá okkur í Lions-klúbbnum Ylfu.
og þá svona sjá þær, þetta eitthvað sem hendar mér? Þeir eru búin að fara eitt svona hring á árinu. Já, og taka þátt í og vera með og við tökum þær með í verkefni. Og það aldrei fullt, það aldrei uppselt. Nei. Þið getið alltaf bætt á okkur blómum. Allir eru velkomnir í Lions og þeir klúbarnir verða aldrei of stórir, sko. Það er bara þannig, alltaf pláss. Það var frábært að fá okkur í þáttinn. Takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel. Takk.